Já, komið þið sæl. Og fyrir ykkur sem ekki þekki mig, þá heiti ég Áslaug Helga og djákni hérna í kirkjunni. Og í kvöld höfum við boðað fermingarbörn svona sérstaklega. En við hittumst líka alltaf aðra hvora viku. En það algjörlega frábært að sjá hvað eru margir mættir. Dásamlegt. En fyrsta lagið sem kórinn söng var lagið Fylltu heimilin af gleði. Og ég viss það að það sé sameiginleg ósk okkar allra. En við skulum hefja þessa stund eins og allar stundir á því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og svo skulum við fara með fallegu bænina eftir hann Hallgrím Pétursson. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Já, en næsta lag, það fjallar kærleikan, sem mikilvægastur af öllu. Það að við séum góð hvert við annað. En skemmtilegt frá því að segja að ég veit að það eru líka fermingarbörn frá Þorlákshöfn hérna í salnum. Já, koma alls staðar að í Lindakirkju. Og hann Ásgeir sem að koma sér fyrir hérna á sviðinu, hann kemur frá Þorlákshöfn á hverjum einasta sunnudegi með dóttur sinni sem einmitt að fara að fermast. Og Óskar var búinn að plata hann til að koma upp og syngja dúett á þenni Sigrúnu. Lagið heitir Up Where We Belong. En það kannski best að segja ykkur þá líka að dóttirin segir að það miklu meira gaman í fermingarveislum hérna heldur en í þjónustu. Það? Það miklu betra heldur en í Þorlákshöfn. Þessna komum við. En veislurnar eru eitthvað betri. Já, allar fermingarveislur eru alveg súper skemmtilegar. What tomorrow brings in a world
climb the step every day. Lord, lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Lord, lift us up where we belong, far from the world below, Where the clear winds blow, time goes by, there's no time to cry. Life's you and I, alive today. Lord, lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Lord, lift us up where we belong, far from the world below, Where the clear winds blow, Lord, lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Lord, lift us up where we belong, far from the world below, where the clear winds blow. Takk fyrir, dásamlegt. Þú kemur nú vonandi bráðum í kórinn aftur, Ásgeir. Bara smá pása. Drottinn miskunnað oss. Kristur miskunnað oss. Drottinn miskunnað oss. Dýrð sé Guði í upphæðum. Einmitt, í staðinn fyrir hinn hefðbundna dýrðarsöng, að þá syngjum við annað lag sem sungið í öllum fermingum og fermingabörnin eru búin að læra þetta. En lagið eftir mig, textin eftir hann Gumma Kalla sem situr örugglega kannski að horfa á Ítalíu og útsetningin eftir hann Óskar. Þetta lagið Halleluja og ég vonast til þess að salurinn muni taka vel undir. En ef við þá að æfa þetta kannski einu sinni, Óskar. Það hljómar svona og þeir sem kunna, þeir syngja strax með. Halleluja, 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 halleluja. Svo alveg eins. Halleluja, 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 halleluja. Snillingar. Á hverjum morgni fæðist dagur nýr sem deyr að kvöldi þegar birtan flýr. Hvert árið sem líður, hvert andartak, allt lífið gjöf til mín. Og tíminn tifar líkt og klukkan slær. Á morgun heitir þessi stund í gær. Kenndu mér að meta dagana, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja.
Það kemur að því fljótlega í fermingarfræðslunni að fermingarbörnin fá fermingarvers sem þau fara með á fermingardaginn. Og það fer þannig fram að þau draga sér vers úr Biblíunni, en einnig alveg í boði að velja sér vers. Á sjálfan fermingardaginn þá fara þau svo með versið ásamt prestinum, en engar áhyggjur. Presturinn með mikrofón svo það heyrist alltaf hæst í honum. Ég ákvað því að ritningarlestrar dagsins væri svona dæmi fermingarvers sem krakkarnir fá. Og ég fékk nokkur fyrrum fermingarbörn til að fara með versin sín. Gjörið þið svo vel, krakkar. Ég heiti Aldís María og fermingarversið mitt var Sálmur 32:7. Þú ert skjól mitt, vernda mig í þrengingum, bjarga mér umlykum í fögnuði. Ég heiti Kolbrún Birna og versið mitt var Sálmur 37:5. Fel drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Ég heiti Sigríður Maren og versið mitt var: Jesús sagði, ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Ég heiti Steinunn Erla og versið mitt var: á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig á vötnum þar sem ég má naðist njóta. Ég heiti Bjarki Þór og fermingarversið mitt var Sálmur 121, vers 1 og 2. Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur hjálp mín? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara heimins og jarðar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Eigum ekki að gefa þessum flottu krokkum gott klapp. En við erum svo heppin, við erum svo súper heppin, hérna í Lindakirkju, að eiga fjársjóð af hæfileikaríku fólki á öllum aldri. En ein af þeim snillingurinn okkar, hún Diljá, sem keppti fyrir okkur í Eurovision 2023. Hún hefur verið viðloðandi í Lindakirkju frá því að hún var 13 ára, en þá byrjaði hún í unglingagospelkórnum. Og núna hún komin í kór Lindakirkju líka. Ekki líka, hún hætt í unglingakórnum, hún aðeins svo gömul fyrir það, já. En hún ætlar að flytja fyrir okkur lagið sitt Einhver ásamt kórnum. Við vorum jörðin og sólin og Mars, upphafið endirinn tilgangur alls. Ég fann mig að þér, ég fann mig að þér, ég fann mig að þér. Fæðing gerir þig ókunnugan, með einni setningu breyttist svo margt. Ég veit ekki hver, ég fyrir þér, ég fyrir þér. Ég bara einhver sem að þú kannast aðeins við og kaldur kingar kolli til. Á förnum vegi ég til vill og bara einhver. Földu ljósmynd í albúmi, farþegi úr fortíðinni. Einhver sem sögunni heyrir til, og bara einhver. Og bara einhver. Erum
þar upp á, heimsækjum hvort annað í draumum og þrám. Svo tilhugsun svo raunveruleg, svo raunveruleg. Í annarri tímalínu dönsum við, hvort við annað út í gegnum lífið og enginn sé til og við erum við, já við erum ennþá við. Er ég bara einhver sem að þú kannast aðeins við og kaldur kingar kolli til á förnum vegi ef til vill og bara einhver földu ljósmynd í albúmi, fann þig úr fortíðinni, einhver sem sögur heyri til og bara einhver, og bara einhver, ó já bara og bara einhver, er ég bara einhver sem að þú kannast aðeins við. Takk fyrir! Takk, elsku Diljá. Hún svo mikill snillingur þessi stelpa. Heyrði, það komið að Guðspjallinu og þá ætlum við að standa öll á fætur, þeir sem eiga auðvelt með, þar að segja. Það úr Matteusi, 8. kafla. Nú fór Jesús í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn, en Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja: Drottinn, bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá: Hví eru þið hræddir, þið trúlitlir? Síðan reis hann upp, hastaði á vindinn og vatnið og varð stillilogn. Mennirnir undruðust og sögðu: Hvílíkur maður þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Við fáum að heyra meir það að róa í gegnum öldurnar með Jesú í bátnum á eftir, en við skulum halda áfram að standa og fara saman með trúarjátninguna. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesúm Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprissu mannsins og eilíft líf. Amen. Aðrir sem hafa verið viðlóðandi í Lindakirkju síðan þeir voru litlir guttar eru bræður sem meðal annars tóku þátt í að syngja og dansa í þáttunum Daginn í dag sem voru gerðir hérna í Lindakirkju og voru mjög vinsælir. Og það ennþá hægt að horfa á þessa þætti á sjónvarpi Símans, held ég.
Þetta eru bræðurnir í Vibe. Gjörið þið svo vel. Góðan daginn. Ertu með mækið hérna? Hérna, gjössu Já, gaman að sjá ykkur. Hæ, gott að sjá ykkur öll. Það er þetta pakka, rosalega. Ég fíla það, sko. Geðveikt. Ég heiti Hálfdán. Já, ég heiti Matti. Við erum ofkallaði The Vibe Brothers, Vibe bræður. Já. Og við ætlum að raula þess fyrir ykkur. Og ef þið kunnið eitthvað, með ætla að syngja með, ég vil ætla að heyri ykkur, við ætlum að hafa svo gaman. DJ, og DJ Óskar tilbúin að spinna. Boom. Hanna. Að horfa á kvikmynd getur verið góð skemmtun, en hafa skal vara ná, því kvikmyndir enda ekki alltaf vel. Fylgðu mig til bíómynd. Ég geri það sem mig langar til. Fylgðu mig til bíómynd. Ok. Svo náðu í poppið, kallinn minn. Býtu, Balti var að ringja. Ég þarf að mæta og setti fara í sinn og beint að syngja. Lífið mitt er bíómynd, þannig er nú það. Spenni sætt stóðar og förum af stað. Hver sem ég fer, alltaf með myndavél á mér. Alltaf með mig ljós og mækja leikstjórinn er ég. Skrifa bestu handrið til lífið mitt vill. Ég myndi fer á stóra skjáum, verður alltaf trill. Augu mín er alveg eins og myndavél. Kott í störu keppni ef að þú vilt vera með. Ok. Aukalekararnir eru allstaðar. Á rauða dreiklinum að reyna að biðja handaband. Ég mæti tilbúin. Ok, maður sjá svona alla hendur upp í loft. Já, þarna. Því að lífið mitt er langt besta kvikmyndin. Ég kasta kveðja á þá sem er að horfa á. Ok. Auðun Blöndal, Helga Braga, farið þið frá. Fylgðu mig til bíómynd. Ég geri það sem mig langar til. Fylgðu mig til bíómynd. Ok. Svo náðu í poppið, kallinn minn. Vakna allan morgun á sitt á mig make. Allt sem ég gerir það bara One take. Ef við getum verið þetta kvikmyndalíf, myndavélin alltaf að ég fæ ekki frí. Margir vilja meina ég sé gila í hausnum, en ég er aðalleikari, ég hugsa í lausnum. Ég mæta á Óskarinn að sækja verðlaunin. Því að lífið mitt er langt besta kvikmyndin. Ég kasta kveðja á alla sem að horfðu á. Gunni, Helga, Þorsteinn, Batman, farið þið frá. Fylgðu mig til bíómynd. Ég geri það sem mig langar til. Fylgðu mig til bíómynd. Svo náðu í poppið, kallinn minn. Kallinn, þegar ég segi bíó, segi þið mynd. Bíó. Oh yeah, let's go. Ok, fylgðu mig til bíómynd. Vá, þau eru geggjur, maður. Vá. Þetta er vel gert. Hvað segir þú? Var þetta ekki bara flott? Þetta var mjög flott. Takk fyrir, mamma. Þetta er mamma, sko. Það var mjög flott. Það er svona, maður alltaf fengir í svona mission, sko. Já. Herru, en þá er komið tími, ég ætla að skipta glerugu, sko. Það fatt ekki allir, sko, ég er líka með svona venjuleg. Ég fæ bara sæti hérna. Ég meira þess að með, sko, glerugu inn í þessum glerugum, sko. Það vita það ekki allir, sko. Það er mjög sniðugt. Mér datt nefnilega í huga að ykkur þætti skemmtilegra að heyra eitthvað í þessum gæja heldur en mér. Já, mér langar líka, mér er svo gaman að tala, sko. Ég elska að tala. Það er einn af uppáhalds hlutunum mínum. Þannig að mér er skemmt að ég fái tækifæri til að tala. Hvað segirðu, mamma? Hægar. Er ég að tala þetta hratt? Ég gæti verið að tala þetta hratt. Ég fæ það stundum að kommenta, ég fæ það reglulega, sko. En heyri, ég ætla nú aðeins að ræða við ykkur, stóru málin. Það er þannig að, sko, áðan, þá heyrðum við aðeins frá því þegar Jesú, lækkaði storminn. Hann var með lærisveinum sínum út á báti að veiða og svo kom stormurinn, mikil stormur, rok og rigning og allt í klessu. Og þeir eru sjúklega hræddir, væntanlega, skiljanlega, enda einir á árabát. Ég skil það mjög vel að vera hræddir. En sérstaklega veðrið var mjög erfitt, sjálfsögðu. En á meðan stormur var, þá var Jesú bara sofandi. Hann var bara sofandi í bátnum í góðu chili, mjög slagur. En lærisveinarnir, þeir vöktu Jesú, enda voru þeir mjög hræddir.
Jésu, hann var mjög slagur og hann skildi ekki af hverju þið voru að vekja sig. Hann var bara, hvað er í gangi? Af hverju að vekja mig? Og þegar, þú veist, ég skilði alveg, sko, ég var mjög erfitt með að vakna líka. Það er sem þreytt að mamma og pappi eru eitthvað að vekja mig eitthvað, skilur. I get it, sko. En það var þannig að hann var ekki alveg sáttur með þetta, sko. Og var bara, sagði við á sagði bara, bro, strákar, hvað er málið? Þið þurfi ekki að hafa neina áhyggjur, ég er í bátnum. Þið vitið að þegar ég er í bátnum, þá þarf ekki að hafa neina áhyggjur af mér. Það mun allt reddast. Svo setti svona hendurinn upp, sagði, heyrðu, nú hætti stormurinn, og stormurinn bara búm, farinn, og kom logn. Það er svolítið skemmtilegt. Og ég man alltaf eftir, ég er mikið í sunnudagsskólanum, ég er mikið sunnudagsskólakrakki, ég vann í sunnudagsskólanum lengi, og það var lag sem við sungum oft, sem heitir Jesú í bátnum geti brosað í stormi. Mjög gott lag, það er svona með Jesús í bátnum get ég brosað í stormi, ég sigli heim. Mjög gott lag, mæli með, ég veit ekki, það til á Spotify, vonandi allan, það er mjög gott lag. En það er þannig að tengja allir við það, að vera í storminum. Og þegar, þú veist, lífið, það er ekki alltaf bara veisla, mjög oft er lífið algjör veisla, geðveikt. En stundum, þú veist, það fer upp og það fer niður, það eru góði dagar, það eru slæmi dagar. En sama hvað, þá verður maður bara að halda áfram að róa. Maður verður að róa í gegnum öll erfiði, allar öldur sem koma. Og við getum ekki alltaf stjórna í hvert lífið tekur okkur. Og þegar það koma erfiði tímar, þá er æðislegt að geta hugsað til þess að Jesú, hann er með okkur í bátnum, alltaf. Ég keppti í söngukeppni í fyrra með Brosa, geðgaman, það var á alvöru stuð og lagið sem við sungum á hann, það var lagið sem við vorum með í fyrra, skemmtilegt lag, Limited Bíómynd, þið getið tjekkað á Spotify líka, ef þið viljið. En þú veist, ég er ekkert alltaf að plugga, ég er ekki komin alltaf að plugga, en þú veist, þið getið alveg tjekkað því. En já, við kepptum í fyrra, það var ógeðslega skemmtilegt og í ár fengum við tækifæri til að koma aftur. Og lagið okkar í ár heitir Róa og það fjallar svolítið þetta í rauninni, að sama hvað gerist, halda áfram, aldrei hætta. Því með Jesús í bátnum geti brosað í stormi, ég sigli heim. Það er gott að muna það, gott lag. En það er nefnilega þannig að við lendum öll í storminum einhvern tímann og ástæðum sem hræða okkur eða láta okkur efast, en sagan um Jesú í bátnum, hún kennur okkur að jafnvel í erfiðustu aðstæðum lífsins, þá er Guð með okkur. Og spurningin er ekki hvort stormandi koma, heldur hvort við getum treyst því að Guð sé með okkur þegar þeir bresta á. Og jafnvel þótt hann virðist ekki vera þar. Jesú er ekki bara sá sem stillir storminn, hann er líka sá sem kennir okkur að finna innri frið, jafnvel áður en að stormurinn byrjar. En ef ég tala sérstaklega til fermingakrakkana, þá bara gott að vita að öll vandamál, lítil eða stór, það er alltaf að leita Guðs með bæninni. Mjög gott að vita. Og ég ætla að enda á fermingaversinu mínu, uppáhaldsversinu mínu, ég er með tattooða hérna á mig, svona Sálmur 37:5, gott, ég gleymi þetta ekki, ég er með það á mér. Og það er, fel drottni vegu þína, treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Og ég ætla að enda á stuttri bæn, góði Guð, takk fyrir það að þú ert alltaf með okkur í bátnum, takk fyrir það að við getum alltaf treyst á þig, og takk fyrir það að þú ert alltaf með okkur. Takk fyrir það líka að við fáum að vera öll saman í Lindakirkju og hafa gaman og syngja og skemmta okkur, það er líka mjög mikilvægt. Og langbestur, í Jesú nafni, amen. En til að enda þetta blaðurinn hjá mér, þá er Matti kominn aftur og ég ætla að sitja á mig hinn gleraugun. Og hvað þýðir það? Það þýðir út vibe. Nú er ég búinn að breyta, nú er ég orðin vibe. Nú ertu orðin vibe. What's up? En við erum að keppa aftur söngkefni, lagið okkar er í ár heitir Róa. Við erum að keppa næstu helgi, endilega kjósið. Já, ef það hefði áhuga á að kjósa, það væri gaman, það eru svolítið margir hérna, þú veist. Við erum seinast á svið, 909-905, við erum að plugga, þú veist, þú byrjar að plugga. Já, víst ég byrjar að plugga, það getum alveg. Ég segi það. Heyrðu, ef við ekki bara taka lagið og syngja þetta. Ætla DJ Óskar að spinna. Boom. Play it. Let's go! Róði hér, róði þar og í gegnum öllina, það getur ekki stoppað mig af. Róði hér, róði þar og í gegnum öllina, það getur ekki stoppað mig af. Ég set bítun og spýtu og kalla það bát, ef ég sekk í dag er það ekkert mál. Það árar úr stáli sem duga í ár, stefni á Færeyjar, ég klár. Með vestið fyrir belti og vassa
lífið það erfitt, ég kominn með nóg. Sjórinn opnast koma öldurnar, ég einn á bát að leita betri stað. Ég ekki enda búinn að missa allt, en við setjum seglin upp og höldum aftur af stað. Róandi hér, róandi þar og gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. Róandi hér, róandi þar og gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. Og Philip Solo, Matti, já, það að sjá hann? Heyrðu, þetta er rosalegt. Já. Þarna. Damn. Vel gert. Ég enda á bát, sjá þetta, wow, stoppa Englandi. Já, ég down. Stýri á sjó, ég kapteinn, kallaðu mig Gísli Marteinn. Margir mánuðir síðan, ég sá síðan sól. Restin af lífinu hér út á sjó. Sjórinn opnast koma öldurnar, ég enn á bát að leita betri stað. Ég ekki enda búinn að missa allt, en við setjum seglin upp og höldum aftur af stað. Róandi hér, róandi þar og gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. Róandi hér, róandi þar og gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. 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 Takk hérlega fyrir okkur. Takk hérlega fyrir okkur. Það alltaf gaman að koma í kirkjuna. Much love. Takk fyrir, strákar. Takk fyrir, alveg frábært. Mér fannst þetta ægilega skemmtilegt. Ég líka mamma þeirra, sko. Hefur ekki að gefa þeim aftur rosalega gott. En það komið að bænastund og hér í Lindakirkju þá höfum við þann háttinn á að við sitjum bara í sætunum okkar og hugleiðum, biðjum. Það líka hægt að kveikja á kerti í bænastjakanum hérna fyrir aftan eða skrifa bænarefni sem beðið fyrir á 50-dagsmorgnum hér í kirkjunni. Og að sjálfsögum og líka sitja í sætunum sínum og syngja með lögunum. En í kvöld þá ætla nokkrar stelpur úr unglingagospelkórnum að leiða okkur í bænalögunum. Og í fyrra laginu þá það þær Kolbrún Birna, Sigríður Maren og Ísóleia sem syngja. Og í því síðara þá það Aldís María og Heiðrún Lóa. Á milli lagana þá ætla nokkri krakkar úr fermingarhópnum og fyrrum fermingarbörn að fara með bænir sem þau gerðu sjálf. Það eru Dórótea, Tinna, Heiðrún, Bjarki og Ísól. Helga mig
Drottinn góður fyllti hjörtu okkar af kærleika þínum og gefðu okkur styrk til að lifa í friði og samlyndi. Veittu okkur visku til að greina rétt frá röngu og hugrekki til að fylgja þínu orði. Blessaðu þá sem þjást og lát okkur vera ljós í myrkri heimsins. Þér sé dýrð og lof aldir alda. Amen. Góði Guð, viltu vera með þeim sem eiga engan að, þeim sem hafa mist fjölskyldu sína í stríði eða vegna veikinda. Amen. Góði Guð, viltu vera með okkur öllum, viltu vaka yfir áhyggjum okkar og hjálpa okkur áfram í því sem erfitt og óljóst. Viltu varpa ljósi á það sem okkur kærast og minna okkur á það fallega í lífinu. Amen. Kæri himneski Faðir, takk fyrir það að við getum alltaf leita til þín í bæn þegar við þurfum að hjálpa að halda. Já, Drottinn, takk fyrir það að við getum alltaf treyst á þig. Í Jesú nafni, amen. Góði Guð, viltu blessa öll þau sem syrgja og þau sem eru veik. Viltu styrkja þau að hugga. Ég vil sérstaklega biðja fyrir ungu fólki sem að berjast við veikindi, eins og hann Tómas Freyr sem að berjast við krabbamein. Viltu passa upp á hann og fjölskyldu hans og hjálpa þeim í gegnum þennan erfiða tíma. Amen. Ef ekki bara gefa þeim gott klapp. Svo sem vera að vonin ein hálfveikburða sofni í dag finnst vera eitthvað sem íþyngir mér en svo erfitt í fjarlægð að sjá það gilda hvort ég áleiðis fer eða staldra hér höggvið og bíð þó tómið og dregin mitt heim út á veginn ég veit ég hef alla tíð verið sem að vaka hjá meðan manns hjörtur hrærast þá huggun þar að frá þó að við skjær sé veröld þá svo endalaus sorti við allt sem og alls staðar óvinn að sjá bara eins og válinn
Takk, krakkar. Það ekkert auðvelt að koma bara upp og fara með bænir og ritningavers og syngja. Þannig að þetta eru flotti krakkar hérna í Kópavoginum. En við skulum sameinast í bæninu sem Jesús kenndi og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himni, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Já, það er alveg að koma að lokum. Þannig að þeir sem að eiga auðvelt með að standa á fætur og þiggja blessun drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og svo megið þið setjast endilega. Ég ætla nú líka að þakka frábæra kórnum okkar hérna í Lindakirkju og svo er hann Þórir með okkur á Hammond og stjórnandinn sjálfur, Óskar Einarsson. Og ef ykkur fannst gaman í kvöld að þá getið þið hort aftur af því þessu var öllu streymt og hann Björn Ingi situr þarna uppi með myndavélina og er að taka þetta allt upp. Og hún Hjördís Anna, systir Væbræðra og dóttir mín, hún situr þarna á glærónum líka. Þannig að... Já. En við ætlum að enda þetta í stuði hér í kvöld eins og svo oft í Lindakirkju og við ætlum að fá hann Gísla til að syngja fyrir okkur Lean on Me og ég hvet ykkur til að syngja með. Þetta er svona gamall og flottur gospelslagari. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. Won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I have things you need to borrow. Oh, no one can fill those of your needs that you won't let show. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Just call on your brother when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. So
to lean on me. When I'm strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Ég glemdi nú að þakka Maríu og strákonum hérna. Ef ekki gefa þeim líka gott klapp. Já. En það verður einhver að taka á móti og gefa kaffi og ýmislegt sem í boði alltaf hérna í kirkjunni. En hérna við endum alltaf, messuðar eins, á orðunum, förum í friði og þjónum drottni með gleði. Og því svarið? Já, ég það. Takk fyrir kvöldið.